Nú er ég að prjóna hérna sjal og að fara að prjóna röndótt og að fara að bæta nýju lit inn. Og það sem ég geri að ég prjóna nýja litin inn hérna. Og svo tek ég nýja bandi hérna, spottan, og vefði hérna utan bandið. Kísina mín að leika sér hérna. Og vefði alltaf hérna utan Svo klára ég bara spottan hérna. Svo ætla ég að sýna ykkur þegar ég er komin aftur tilbaka hvernig ég færi bandi með án sem þurfa að slíta frá. Nú er ég að koma hérna tilbaka og þið sjá hérna bandið sem ég ætla að nota til að prjóna nýja litin. Ég prjóna hérna út að enda. Þegar ég er að prjóna sjal þá prjóna ég 2 sinnum í síðustu lykkjuna en það skiptir engu máli, þið gerir það eins bara ef þið verið að prjóna einu sinni þá bara prjónið á undan síðustu lykkju. Og tek ég hérna bandið og setja hérna fyrir framan. Og svo prjóna ég bara síðustu lykkjuna. Svo sný ég við. Og þið sjáu að nú eru bandin hérna bæði fyrir framan. Og þetta er nýji liturinn sem ég er að fara að setja inn. Þannig að þá tek ég bæði bandin og setja hérna bakvið. Og þetta er nýji liturinn sem ég ætla að byrja á. Og þá byrja ég bara að prjóna núna bara venjulega. Og bandið er hérna fyrir aftan. Það prjóna aftur út að enda og sýna ykkur hvað gerir svo. Nú er ég að koma hérna tilbaka. Prjóna alveg að síðustu lykkju. Ég er að prjóna fram og tilbaka. Nú er ein lykkja eftir og bandið liggur hérna fyrir aftan. Og þá færi ég það hérna fyrir framan og prjóna síðustu lykkjuna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta lítur út þegar ég vafði bandinu. Hérna vafði ég bandinu. Hérna. Og hérna hef ég prjónað röndótt. Og þið sjáuð að gafnið færist svona fallega með. Það sést ekkert. En það sem ég geri sem sagt núna aftur er að núna er bæði bandið fyrir framan. Ég færi þau fyrir aftan og byrja á nýja litnum. Þetta er sem sagt að færa alltaf bandið fram og aftur. Nú byrja ég bara nýja litnum.